Góðan daginn gott fólk og verið velkomin í almenna bikarinn Season 3. Framundan viðureign Musteri Akademíunnar á móti Djáknum. Stórleikur framundan, Birgir, hvernig líst þér á þetta? Þetta ætlar að vera spennandi viðureign. Það Milli ekki? tveggja sterkra liða. Sammála því. Fyrir ykkur sem ekki vita þá heiti ég Markus, oft þekktur sem Fenrir, og með mér Birgir, oft þekktur sem Kelly, og verður með ykkur hér í kvöld að lýsa þessari frábæri viðureign á milli þess að tveggja liða. Birgir, segðu mér nú aðeins, hvernig leggst þetta svona í þig? Ertu með eitthvað svona sem að þú trúir að geti komið upp á í þessari viðureign, eða eitthvað svona sem þú ert að bíða eftir eða svoleiðis? Það góð spurning, sko. Ég vil náttúrulega alltaf sjá hinn heilaga Kings Row leik, sko. Það eiginlega skylda, finnst mér. Við erum nú flest á þeim stað að vilja sjá allavega Kings Row. En gaman að segja frá því einmitt að nú staðan í deild sem að þessi tvö lið eru þannig að þessi tvö lið eru jöfn stigum, bæði á það að þau eru með sigur í fyrsta leik og unnu bæði sína leiki 3-0. Þannig að verður gaman að sjá svona tvö af þessum þremur liðum sem eru núna í svona toppbaráttunni. Þetta eru sem sagt Fylkir, Kartöflur, Djáknar og Musteri Akademía sem eru þarna á toppnum svona svolítið að berjast fyrstu sætin. Hvað heldur þú? Heldur að Djáknar og Musteri séu okkar lið til þess að vera að keppa titilinn í þessari opnu deild 2? Já, svo sannarlega. Og þau hafa náttúrulega sýnt fram á það bara núna í seinustu seasonum að þetta er lið sem er að berjast titilinn, sko. Nákvæmlega, eiga heima þarna á meðal bestu í sinni deild. Sannarlega. Við sjáum að það eru nú frábæri leikmenn innan raða þessara félaga og við höfum séð frammistöðu hjá þessu leikmennum áður í almennum keppnum hjá almenna í Overwatch. Nú spurning, sko, hvernig liðin ætla að stilla þessu upp. Nú vitum við náttúrulega að Djáknar hafa svona smá leynivopn innan sinna raða í Kusk, sem nú töluvert hátt rankaður heldur en flestir kannski leikmenn í þessari deild. En aftur á móti þá vitum við líka að Musteri Akademía er með til dæmis nýjan leikmann hjá sér í Sasa, sem frábær DPS-spilari, akkurat náði í master þarna daginn. En þá bara spurning hvernig liðin ætla í raun og veru að gera þetta í þessari viðureign. Það er spennandi að sjá hvernig það ætla að stilla þessu. Það virðist vera sem að Djáknar ætli að setja Kusk á bekkinn til þess að byrja með. Einmitt, það svolítið áhugavert tekið að byrja á því að setja Kusk á bekkinn, þar sem hann svona oft talaður sem þeirra sterkasti leikmaður og náttúrulega mjög sterkur almennt í Overwatch-leiknum. En að því sögðu þá náttúrulega Musteri Akademía mjög, sem sagt, með mjög sterkt tanklæri, hef ég tekið eftir. Við sjáum að þeir eru með náttúrulega Skaufur og Haffi á tank hjá sér. Við vitum að Haffi rosalega sterkur off-tank og Skaufur einmitt rosalega sterkur main-tank. En það var bara spurning hvort að liðin séu klára að dempa sér í fyrsta map. Í þessari umferð, sem umferð 2 í almenna bikarnum Season 3, verður fyrsta map Legion. Þannig að við sjáum bara hvernig liðin ætla að stilla því upp og sjáum hvort að liðin séu klár. Látum okkur sjá hérna. Mér sýnist allavega að liðin vera tilbúin og þá var bara spurning að dempa sér í fyrsta map. Hérna sjáum við að á í liði Musteri Akademíunnar verða Skaufur og Haffi á tank, Snella og Sasa á DPS, Hreyrim og Golden Coconut á support. Já, hjá Djáknum þá það Slugsi og Bauni á tank, Mistake og Gun á DPS-inum og Valtýrex Hetjan og Umfi á support. Einmitt, þannig að akkurat eins og við komum inn á fyrir þessa viðureign þá eru sem sagt Kusk á bekknum hjá þeim í fyrsta leik. Þannig að það er spurning svona hvort þú sé eitthvað búin að plana tæknilegu hliðina af þessu að hafa hann á bekknum í fyrsta leik. Nákvæmlega. Og þau bæði liðinu fara í svona típiska rush með sinn eins og vinsælt á þessu mappi. Einmitt. En Djáknar með svolítið áhugavert pick og ákveða að taka Mercy í staðinn fyrir Lucio. Það er nú spurning hvort að Djáknar sé að horfa á þannig að damage boost frá Mercy verði sterkt með Cassidy hjá þeim upp á smá svona meira damage á spamminu í þessu rush-kompi. En Musteri stillir upp hérna í
Lucio, frekar heldur en Mercy. Sjáum núna að Musteri komið inn á punktinn og eru svona með yfirráðið þetta til að byrja með. Djáknar eru svona að reyna að ýta sér inn á punktinn, en Haffi með risastórt pikkjata í byrjun, nær bauna strax og Valdirex hitinu á Mercy og Sasa hreinsar upp Slugsa. Haffi hérna er bara going ham. Þetta er nákvæmlega sem hann talar fyrir leikingokkur. Haffi á off-point er svakalegur og eitt sterkasti leikmaður hjá Musteri Akademíu og Musteri Akademíu að teka fyrsta fætt. Það er ekkert annað. Þetta var nú ekki, þeir voru nú ekki lengi að þessu. Nei. Þetta tók ekki langa tíma hjá þeim og við sjáum það einmitt núna að Haffi er sem sagt kominn rosalega vel áfram í útcharginu sínu, sérstaklega miðað við tankinn í liði Djákna, en þeir hafa skipt yfir á Monkey. Slugsi er kominn á Winston hérna fyrir næsta engagement og eru þeir svona byrjaðir að ýta sér aftur inn á punktinn. Hins vegar eru Musteri Akademíu að halda sinni stöðu inn á punktinn og reyna að ýta pressunni hjá Djáknum. Þeir kemur út langt frá Umbi, kemur langt frá Musteri Akademíu líka, báðir falla, og kemur út Window. Og það er frábærlega að spila þetta á Musteri Akademíunni. Sasa er bara going ham í gegnum gluggann hérna hjá Golden Coconut. Valdirex hitja nær hins vegar að þessa bauna en Sasa nær Mercy hjá þeim. Þetta lítur ekki rosalega vel út hjá Djáknunum og Musteri Akademíu eru ennþá með yfirráð á punktinum. Mér sýnist þeir ná að hreinsa upp bauna og göngun, já, þetta er ekki rosalega mikið að líta vel út hérna hjá Djáknunum. Og Musteri eru svolítið með yfirhöndina hérna. Já, Djáknar virðast ekki alveg vera að ná að svara fyrir sig hérna. Dívan bara sér til þess að Djáknar ná ekki að gera neitt skaða og... Einmitt, þetta er að byrja svolítið brösulega hérna hjá Djáknum, eins og að sjáum við að bæði liði eru svona að koma upp í úlpinn sín. Við sjáum að Musteri Akademíu er með Earthshatter, eru með Diva Bomb og með High Noon. Kemur út High Noonið hérna frá Sasa, nær hann einhverju með þessu. Það kemur út í frá Slugsa og það er risastórt High Noon! Sasa með 3 picks hérna á mistake Slugsa og bauna. Þetta er nákvæmlega svo að hann kom inn á fyrir leikingokkur. Sasa, nýji leikmaður í Musteri Akademíu, er svakalegur á Cassidy hittinni. Þetta er nákvæmlega það sem Musteri vilja kreista út úr þessum leikmanni. Þetta er það sem hann kemur með á borðið fyrir Musteri Akademíuna og þeir eru komnir upp í 85% rétt rúmlega. Þetta er ekki líta rosalega vel út hérna hjá Djáknum. Nei, það sem að Sasa gerði þarna er að hann notaði TP-in til þess að relocata. Einmitt, rosalega stórt play. Þeir kemur út glugginn frá Umbi, það kemur Earthshatter frá bauna, hins vegar kemur Diva Bomb frá Haffa, nær einhverjum, nei, nær einhverjum. Hér kemur út Earthshatter frá Skaufi, nær einhverjum, Haffi hins vegar nær að remekka Umbi. Það eru pixbánni, Skaufur hins vegar er bara að hreinsa til þetta. Mér sýnist Musteri Akademíu að vera að klára þetta og Musteri Akademíu að tekur fyrsta hluta Lijan. Mjög örugt fyrsta round hjá Musteri. Já, þeir voru í sjálfu sér bara með stjórn á leiknum allan tíman. Nákvæmlega. Nú með Djáknar þurfa að hugsa aðeins, líta inn barm og sjá hvað er ekki virka. Nei, það er kannski spurning hvort þeir fara að kalla inn svona innan gæsalappa stóra bróður sinn sem er á bekknum en þó bíða eftir að koma inn á. Að því sögðu þá eru nú Djáknar alveg í þessu öðru sæti í þessari deild og þeir geta nú alveg spilað sem lið þrátt fyrir að vera með kuska á bekknum. Við sjáum hins vegar að þeir ætla að vinna með það sama hérna, Musteri Akademíuna. Þeir eru bara að taka klassíska rushið. Við sjáum líka að Djáknir eru komnir yfir á Lucion frekar en Mercy. Gungun fer á Hanzo frekar en Kree. Mistake kemur á Reaperinn og Slugsi fer á Sarju frekar en Winston. Þetta er svolítið kannski betra fyrir Musteri Akademíu að vera með Dínu frekar en Sarju hérna upp á defense middlistið. Við sjáum hérna að Musteri Akademíu er að halda hérna í Viperinn. Þeir eru svolítið að halda Djáknum frá punktinum. Alltaf geta þeir rótið á punktinum í auðvitað, Skaufur hins vegar, Charger punktum. Haffi missir hins vegar nekk. Nú þurfa Djáknar að ýta fram til, nota speedboostu og keyra eitthvað til Musteri Akademíu. Haffi hins vegar á Baby-Dífu nær ræninum hjá Djáknum og Snella og Sasa taka seinni fengi líka. Þetta er ekki að líta rosalega vel út hjá Djáknum. Þeir koma þeir út Musteri Akademíu og eru bara byrjaðir að hreinsa til. Nú kemur Skaufurinn harður í charginu, nær inn Slugsa á Sarjunni. Nú þurfa þeir bara að hreinsa Hanzo og Baptiste. Mér sýnist Haffi vera að setja smá pressu á þá. Hann má nú ekki fara á blank, hann er svolítið low á HP. Hins vegar eru Musteri Akademíu að koma með punktinn og fyrstu prósentur að hika. Hér kemur út Earthshatter frá Skaufi, hann er strax kominn með það. Sasa nær mistake. Nú eru þeir ennþá yfir til. Haffi með annar pick á Umbi. Mér sýnist Musteri vera að koma með yfirhöndina hérna. Nú er Bauni að bakka út, Snella nær Gungun. Kemur hins vegar góður drikki frá Gungun sem nær Skaufi. Þetta er ekki að líta rosalega vel út fyrir Djáknana og Musteri er bara að hreinsa til og halda áfram að vinna þessar teamfights og prósentur halda áfram að tikka. Þetta var nú áhugaverður fight þarna hjá Djáknum. Já, og þetta rotation hjá Musteri er mjög áhugavert að fara ellan alla hringinn og koma svona hálfgerði í bakið á það.
Nákvæmlega, það var rosalega sniðugt einhvern veginn hjá þeim að gera þetta svona aðeins. Nú sjáum við þetta Simon kemur út frá snellu. Þeir geta lítið gert við þessu nema að setja í gegnum hann á hjálpinni. Þeir fyrir annarkvæmt að taka annar rotation eða hlaupa í gegn. Þeir kemur út beat frá Valdrix-hetjunni og þeir koma hérna inn. Misteikir hins vegar orðin low. Sasa nær bauna enn og aftur. Þeir kemur Diopon frá Haffa og það risa Diopon frá Haffa nær þremur hérna. Mistake göngun og slögsi falla. Sasa og Snella eru bara að hreinsa til. Þetta er það sem við vorum að tala gott fólk fyrir leikinn. Haffi er svakalegur á off-tank, sérstaklega á dífunni og þá líka Saríunni. Hann er nánast unrivaled á þessari hetju í þessari opnu deild 2. Það er lítið sem Jokkar getur gert þess að svara við þessu. Þeir verðast að taka alveg hringinn, prófa nýtt approach. Einmitt, koma hérna inn nálægt aftur frá Vætrún eins og þeir gerðu í byrjun ráðsins. Þeir eru komnir á roadtrip, Slipsi er komin á hann, þeir kemur út window og Unshatter frá bauna nærisverð engum. Haffi enn og aftur að ná krúki. Hreyrir með frábært trikk á mistake, við elskum að sjá Lucio gera svona. Haffi hins vegar heldur bara áfram, Sasa reynir til. Þeir eru hins vegar einhverja á punktin með það, Gungun er að kontesta, hann nær lítið að gera hins vegar og mér sýnist þetta bara fara að renna út fljótlega að Bauni hins vegar reynir að koma í að kontesta, nær því ekki og fyrsta map fer í vil musteri Akademíunar. Hvað fannst þér þennan leik, Birgir? Það er bara augljóst að musteri komið til þess að sigra, sko. Þetta er áhugaverður fyrsti leikur finnst mér, fyrsta map. Já. Það var að sjá hænúnið. Já, einmitt. Tekur hann líklegast TP yfir. Þetta er svo frábærlega spilað hjá Sasa að sjá þetta hjá svona leikmönnum. Þetta eru svona Faldbyrgjar sem eru í neðri deildinni sem að koma upp og sína sig í svona frammistöðu. Við elskum að sjá þetta allavega báðir. Við getum alveg Sáum einmitt líka að Skaufur fór með honum til þess að sjá til þess að hann er ekki skotinn. Já, mjög vel spilað. Einmitt gott svona gamesense hjá maintankinum að passa upp á últjústið hjá liðsfélögum sínum og passa upp á að þeir fá einmitt sem mest value úr því sem þeir eru að gera því að eins og kannski flestir vita þá eru DPS-hetjurnar ekki með nærði jafn mikið líf og tankarnir sínir og eru oft rosalega vulnerable í mismunandi ultimates eins og til dæmis Cassidy. Strax sem hann fer í high noon þá er hann rosalega stationary og það er ekki erfitt að taka hann út ef hann er unprotected. En við sáum hana frábært fyrsta map hérna hjá Musteri Akademíunni og gaman að sjá það einmitt sína sinn styrk í svona byrjun tímabils og að þeir eigi heima í úrslitakeppninu og svoleiðis. Nú sjáum við að næsta map hjá okkur verður ekkert annað en það sem þú baðst fyrir leik, Birgir, það er Kings Row. Já. Þetta verður eitthvað. Og hérna, Musteri ætlar að byrja að defenda, segja þér. Já, þeir ætla að velja defense fyrst. Látum okkur sjá, þeir eru nú að tala að þeir þurfi mögulega smá bið hérna. Það er spurning hvernig þau vilja stilla upp liðinu sínu á Kings Row. Þetta er nú hérna, mjög þekkt sem sagt svona rush map. En að því sögðu eins og ég kom inn og nú í síðasta kasti sem ég sjálfur var í, að þá er Kings Row engan veginn einhæft við rush. Það virkar rosalega mikið af sem sagt teamcomps á Kings Row sem ekkert rosalega margir eru gjarnir á að prófa, taka svona áhættu í kannski official modsleiki. Já, það virðist oft vera fast í hausnum á manni að Kings Row sé bara alltaf að spila eitthvað rush-comp sko, en svo er alls ekki raunin. Nei, einmitt, við sáum einmitt hérna í helgarmótinu að þá voru lið einmitt í úrvalsdeildinni sem að elskuðu að henda í til dæmis double shield á Kings Row og var að virka rosalega vel fyrir þau. Við höfum líka séð double bubble, einmitt Winston Saria svolítið unni með það á kannski attack frekar en defense á Kings Row. Þannig eins og ég segi, það er rosalega mikið af teamcomps sem koma til greina frekar en bara rush. En af því sögðu, þá er spurning hvernig þessi lið vilja stilla þessu. Sjáum hérna að í liði Musteri Akademíu sem við komum inn á þann, þá eru Skaufur og Haffi á tankrólinu, Snella og Sasa á DPS og Freyrim og Golden Coconut á support. Og sömuleiðis hjá Djáknum, það eru Slugsi og Bauni á tank, Mistake og Gungun á DPS, Valdrix Hetjan og Umfi á support. En þeir verða að skoða fyrir svolítið áhugaverst composition hérna, er að spila Sigma Ryan með Mercy Ana og Doom Widow. Já, þetta sér maður nú ekki rosalega. Við erum alltaf sáttir þegar við sjáum Widowmakerinn koma út. Það er alltaf gaman að fylgjast með snæperinn ná miklu value, en áhugavert að þeir hins vegar skipta hérna yfir í Saríuna
og taka þá Reaper í staði fyrir Doomfist og síðan Moira í staði fyrir Mercy og Bat í staði fyrir Önnu. Þeir eru að vinna með þetta Moira Rushcom sem svolítið ákveðlega teikja það. Það sé það ekki rosalega oft hjá liðin í þessari keppni og bara í þessum leikjum í höfum. Hér sjáum við eins og það, Mr. alltaf bara halda á punktinum, eru svona að nýta sér hótel til þess að fela sig svolítið að hæra meginn. Snella með frábært pikk á Mistake og nú rusha þeir inn í þá. Mér sýnist þeir ná þessu, Slugsy fettur fyrir Skauf. Nú er bara spurning að keyra beint inn í þá með Lucio spiltur sitt. Haffi og Skaufir eru bara 2-1 að ná þessu. Þarna sáum við strax hvað speedboost hjá Freyrin getur verið risastórt í þessu. Og ég sjálfur sér strax og veggurinn fyrir upp þarna á Sasa, þá hann bara búinn að tryggja þeim með 2 pikk og mjög góður veggur hjá Sasa. Mjög vel spila líka hjá Mystery Academy að fylgjast með henni hjá Sasa og Freyrim að vinna svolítið saman. Þegar veggurinn kemur upp, þá Freyrim með allt til þess að þetta keyra bara inn í þau target sem eru lokt í gegnum veggur. Eins og það sjáum við að þeir alltaf gera aðra aðlöfum hérna, djáfnir, en Mystery Academy ætlar enn og aftur að halda svona vinstra megin við hótel og á punktum. Hér kemur vegurinn út frá Sasa, hann er búinn að isolata báða tankana hjá djáfnum. Hér kemur út Latti hins vegar, það Freyrim fellur fyrir Bauna, snella eins og að næst Lunsa. Kemur út Window frá Golden Coco, Sasa nær Valkyrie hittunni, Gungun nær Sasa en Golden Coco nær Bauna. Það eru svona piplaði megin, Mistake hins vegar fellur, við sýnist Mystery Academy að vera að ná yfirhöndinni hérna strax á fyrsta punkti og djáknar þurfa bara að bakka út. Já, þetta var mjög solid push hjá djáknum. Já, það var vel spilað. Glugginn eiginlega neitaði þeim. Já, hér sjáum við líka að glugga koma frá uppi. Veggurinn sá frá Sasa blokkar algjört LOS fyrir gluggan þannig að þeir geta spilað örugglega. Freyrim er í svolítið erfiðu málum að fengja fram á gluggan. Þeir kemur út hægnum frá Stellu með risapikk á Gungun. Nú eru þeir komnir í yfirtöfuna, nú er spurning að keyra inn í þá. Þeir kemur út veggur frá Sasa, isolatar Moiru og Ryan. Þeir ná líklega Sarmi þetta líka. Uppi er að reyna að halda Reaperinn sínu á lífi á punktinum. En Haffi er að setja pressu á Uppi og næra hennu líka. Mistake hins vegar, nær Snellu. Þetta er fínt pick fyrir þá upp á spánandi ekkert sérna. En enn og aftur nær Mystery Academy að loka á þetta push frá djáknum. Næsti bardagi verður mjög áhugaverður. Bæði liðin eru að fá alveg glása á últum. Já, einmitt. Það verður gaman að sjá hvernig þau nýta sér þessi últi. Eiginlega eina últi sem er ekki næstuði komið er hænum frá Cassidy hjá Snellu og síðan því bara hálnuð á sem sagt gluggan. En að því sögðu eru allir aðrir að nálgast í ultimate eða komnir með þau. Við sjáum einmitt 4 að verða 5 ultimate frá Mystery Academy og 3 að verða 4 næstu því 5 hjá djáknum. Þeir kemur út Window aftur frá Golden Coco. Þetta er risastór play. Bauni er orðinn svolítið hættulegur að hann er inni í punktinum og Haffi nær að stíla bombunum sína á þetta ult frá Sasa. Þetta var stórt blissað frá Sasa enn og aftur með risastór play hérna á sínu fyrsta tímabili í almennileikarnum. Það er gaman einmitt að sjá svona leikmenn eins og Sasa sem koma sterkir inn í Mystery Academy og eru með svona frábæra frammistöðu. Við höfum séð þetta núna svolítið á þessu tímabili að nýju leikmenn í sínum liðum eru turning up og eru að sýna sína sterkustu hliðar í svona fyrstu leikjunum sínum með nýja liðinu. Sama gildir einmitt með offendeildina alveg sem með úrvalsdeildina að lið eru að leggja mikið trausti í sína nýju leikmenn. Hér sjáum við Bauni með frábært pikk á Snellu. Hann var svolítið illa staðsettur þarna á hæggrátinu. Nú eru djáknar að fara að keyra beint inn í þá. Þeir koma þetta inn með Reaper ultimate. Hins vegar kemur út Latti frá Golden Coco sem er stór. Hins vegar falla nokkur frá Mystery Academy. Mér sýnist djáknar vera að ná þessu svolítið. Haffi er að reyna þetta punktinn en þetta er bara spurning hvenær hann fellir frekar en ekki. Og djáknar sýnist mér ná fyrsta punkt á Kings Road. Þetta var nú vel spilað hjá djáknum þetta. Já, þetta var fínasta push og já, bara vel gert hjá þeim. Ég var ánægður með sko að Mistake hendi þarna í Death Blossom inn í all liðina sem eiginlega forsaði landbónum frá Golden Coco. Þannig að strax og þau keyrðu inn í þá var ekkert sem var að stoppa rushið inn í óvinna lið. Og svona sniðið gett á. En hér sjáum við þetta. Hvað segir þú? Gjörðu svo vel. Já, hér sjáum við þetta að kemur Window aftur frá Golden Coco. Það verðist eins og sé með Window á cooldowni hérna. Skaufir nær Valkyrie hittunum í gegnum Window og hér eins og að nær Bauni skaufa strax. Þetta er frábært hit frá Bauna og nú er spurning hvort að Mystery Academy næra að halda sér á lífinu og ekki. Bauni er nú svolítið lóg. Þetta er alveg stór von frá Sasa sem hins vegar fellur. Nú þurfa Mystery Academy líklega svolítið að bakka út. Haffi er að reyna að halda pressunni áfram en kemur út Window frá sem að í raun og veru hringar Mystery Academy til þess að fara tilbaka. Þannig að það er spurning, hér er svona kemur stórt pikk frá Snellu á Gungun. Það er frábært að sjá þetta svona áður en fætinn byrja. Nú er bara spurning,
hvort að Sasa kemst tilbaka í niður á fætuna, hann góð framspóan. Hér kemur stórt flögs frá Slugsa, nær út lampanum, Mistake, nær Snellu, kemur eins og að Shattir út, frá Bauna, kemur út Flývapón, frá Haffa, það eru Ultimates, flying all over, hér kemur Sasa með stórt Blizzard, þeir ná niður Bauna, ná þeir Mistake líka, já þeir gera það, nú er spurning að keyra niður allt liðið hjá Johnson, það kemur út Beat frá Valtrex hitjunni, líka frá Freyrim, nú eru Musteri í svolítið góðri stöðu til að taka þá, við sýnum Slugsi falla, já, Freyrim, enn og aftur að sýna hvað hann getur á Lucio, nær niður Slugsa, nú erum við bara að keyra þá niður og drepa niður tíman á Jocknum, þetta er vel spilað hjá Musteri eftir tíminni, þeir eru bara að halda pressinu þetta langt upp mappið og Jockar þurfa bara að bakka nánast inn í spáni sitt á meðan að Musteri ætlar að halda hérna í göngun. Þetta er samt frekar hættulegt fyrir Musteri, þeir hafa ekkert nema Shattir hérna og voru að nota lappa, þannig að ef að Jocknar fara hratt inn þá hafa þeir örugglega ekki mikið að sögu. Nú er bara spurning að Tappin að geyma defense middles fyrir Death Blossom sem er að koma frá Mistake. Snella enn og aftur með frábært pick áður fætið byrja. Kemur akkurat það sem var að tala gott fólk. Tappin næra að defense middles af Death Blossom frá Mistake sem að fellur nánast samstundis. Sasa nær Valtrex hitjunni, kemur út hænun frá Snellu og þeir eru bara að klára þetta hér 11-10 sekúndur eftir hérna hjá Jocknum. Þeir þurfa ná að komast á punktinn. Við sjáum að Slugsi er að reyna að testa þetta enda fyrir overtimeið sem hann nær. Sasa hins vegar nær nánast að fljósa og Volanov. Mér sýnist þetta vera að klárast og það er fyrsta ránd búið. Þeir komast aðeins 93,76 metra með 1 stig eftir fyrsta punkt. Þetta lítur vel út fyrir Musteri Akademíuna. Já, það gerir það. Það var bara spurning sko. Það verðist oft vera erfitt fyrir liðin allavega til þess að byrja með að ná þessum fyrsta punkt. Og ef að Jocknar ná að spila vel þar og vera með gott ult management og svona, þá ættu þeir alveg að geta tekið mappið sko. Það er líka spurning sko, ég tók eftir því svolítið áðan hérna hjá Jocknum. Nú þeir eru að spila rosalega vel svona miðað við hvernig leikurinn kannski er að fara. Þeir eru að ná pikkum þarna inn á milli og þeir hafa nú unnið einhverja teamfights í þessari viðureign. Það sem þeir þurfa kannski að passa sig meira á er akkurat þegar þú ert að spila rushið, þá er svo mikilvægt að liðið sé alveg saman. Þeir eru stundum svolítið að splitta út frá hver öðrum og við sáum einmitt Mistake var svolítið að gera þetta á Reaper og hérna Valtrex hitjan var kannski ekki alltaf með ræninu sínum á Lucio. Strax að þeir byrja að passa betur upp á þetta, þá held ég að Jockarnir muni vegna betur á þessu rushkombi. Við sjáum það einmitt núna, þeir ætla að skipta núna aðeins Valtrex hitjan kemur aftur inn á Mercy í staðinn fyrir að vera á Lucionum. Mistake fer á Junkrat, frekar heldur en að vera á Reaper, en Slugsi heldur sig á Sigma. Sama gildir með Musteri sem að halda sig nokkurn veginn á sama kompi eins og það sýnist mér Snella svona gæla svolítið við að fara á Widowmaker. Það er spurning Birkir, erum við að fara að sjá fyrsta Widowmaker duelið í þessari viðureign? Já, ég bara held það. Erum við ekki bara að peppa það rosalega mikið? Jú, svo sannarlega, það er alltaf gott að sjá gott Widow duel. Já, ég held að séu margir sjáum við þetta Gun vinnur fyrsta duelið þetta strax í byrjun. Nær Snellu þetta úr spánanast. Abbi leggur pressu á Gun. Hann náir ekki að falla langt en liður nær að passa eitthvað. Skaufir eins og hann fellur strax. Kemur út veggur frá Sasa. Ná þeir Bauna þetta mögulega? Nei, þeir ná að bjarga. Mistake hins vegar fellur. Þú segir þetta aðeins svo langt fram fyrir skjöldin hjá Rænarfylgjum. Það er stór hættulegt þegar þú ert á Legends of Junker. Þau ná hins vegar að ressa hann sem er mjög stórt hjá Valtrex hitjunni. Ná þessu ressusmöld sem halda liðinu svolítið fyrir 3 fyrir næsta pluss. Musteri Akademíuna er að gera aðalatriðið hérna, hægra megin við styrkuna. Þeir eru svolítið svona enda að ákveða sig. Nú er Mistake með risastórt play hérna. Nær Freyrim og Sasa. Skaufir hins vegar nær Valtrex hitjunni og Haffi nær Bauna. Musteri er nú nokkurn veginn að rífa sig inn í þetta þrátt fyrir 2 picks frá Mistake. Snella með frábært headshot hérna á Gun með Sonic Arrow. Sjáum þetta nokkuð sem var alltaf gaman að sjá hans hitt Sonic Arrow. Haffi hins vegar nær líka Mistake þetta því sýnist þetta að vera könflasókn hjá Jocknum og Musteri Akademíuna eru bara púsa inn. Golden Coconut vinnur Baptiste duelið. Sem fellow support spilari þá elska ég að sjá support players vinna þetta support duel segi ég. En Musteri ná fyrsta punkt með 5 mínútur á klukkunni. Það er að reyna að stjappa henni mjög. Og hér kemur stórt Shattir frá Bauna en nær hins vegar ekki að fá neitt út úr því. Sjáum líka að kemur út Shattir frá Skaufi en Sasa er bara going ham hérna á Tracernum. Við elskum þetta. Sasa er bara að koma með alvöru frammistöðu hérna sem nýr leikmaður í þessum Musteri Akademíu og ég verð bara að segja eins og ég er sérstaklega með þetta. Ég elska að sjá nýja leikmenn mæta í svona nýtt lið og sína bara þeir eru með sterkustu leikmenn liðsins.
Nú sjáum við að Mr. Academy að halda svolítið lágt uppi. Þeir eru að geyma hérna eitt á heimum. Þeir sýnist ekki nú vera þetta hansóðan þeirra. Kemur út Diabomb, nær tveimur Haffi enn og aftur með risaplay. Bauni hins vegar með stórt bæjarstrekki gegnum Myndó, nær heyrim úr skauti. Sasa hins vegar nær Mistake og gótt kökurinn enn og aftur að leggja niður menn í hinn liðinu. Haffi heldur bara áfram. Þessi maður á bara heila nánast í úrvalsdeildinni, hann er svo svakalegur. Og Mr. Academy tekur map nr. 2, staðan er strax orðin 2-0 eftir Kings Row. Þetta er bara að líta mjög vel út fyrir Mr. Academy. Já, þetta er að gera það, en eins og þú veist, þá er þetta aldrei búið fyrir en þetta er búið. Við höfum séð oftar en einu sinni reverse sweep í þessari keppni. Oftar heldur maður myndi búast við í sjálfu sér. Í raun og veru. Líka bara að maður sér það sama í hvori deild það er, hvort það er opnardeild 2 og opnardeild 1 í efstu deild, það skiptir ekki máli. Reverse sweeps geta komið fyrir hvenær sem er. Þannig að gott fólk, engan veginn halda að þessi viðreign sé búinn. Ég gerir bara fastlega ráð fyrir því að Djáknar mæti brjálæðir í næsta leik. Þá er spurning, hvað viljum við sjá Djáknar breyta til? Þeir eru að vinna svolítið með röstkampið sitt en eru svona að tróða öðruvísi hetjum inn í þetta. Þeir eru stundum að vinna með Mercy, vinna með Sigma, eitthvað sem maður sér kannski ekki rosalega oft með röstkampinu. Þannig að það er spurning hvort að þeir þurfi svona kannski mögulega að breyta eitthvað eins til. Hvað finnst þér það? Það er náttúrulega mjög erfitt að vera ekki með dífuna. Dívan sér bara til þess að Reinhardtinn fái og geti gert miklu meira, sko. Einmitt. Ég er svo sammála. Þetta er akkurat þessi kom inn og akkurat á Lijiang og sá ég að Slugsy fór á Saríuna, frekar hann á Dífu. Og það fyrsta sem ég hugsaði var einmitt bara að defense matrixið er svo stórt ability og það skiptir svo miklu máli. Þannig að það er spurning sko, þú veist, ætli Djáknar þurfi ekki bara að vinna með Dífu frekar enn? Jú, en Djáknar virðast núna hafa ákveðið að setja Kuskinn. Nú sjáum við leikmanni sem við komum inn á fyrir leik. Kusk kemur hér inn á fyrir Slugsa, sýnist mér. Og það sem þeir ætla að gera er sem sagt að skipta líka svolítið roles. Næsta map hins vegar vitum við að verður Junkerton. Það er áhugavert pikk á Djáknar. Já, þeir virðast, það er spurning hvort að þeir sé að reyna að koma í veg fyrir þetta rush sem að Mr. Academy er að spila svo vel. Já, það sást náttúrulega langa leiðir að sem sagt, sjá, nú þurfum við að breyta hérna aðeins. Hins vegar, má ég sjá, nú þurfum við að reyna að breyta þessu hérna aðeins til. Við vitum hins vegar upprunalega að Mr. Academy er mjög sterkt á rush. Þeir hafa augljóslega spilað þetta rosalega mikið. Nú hef ég persónulega séð Scrims hjá þessu liði og ég veit alveg hvað þetta lið getur gert á rushinu, þannig að þeir eru rosalega sterkir á þessu tímkappi. Þannig að Djáknar hljóta svona svolítið einmitt eins og þú segir. Að vera að hugsa þetta þannig að þeir gæti svolítið kantera rushið þeirra og þvinga þá á kannski tímkap sem þeir hafa ekki spilað nógu mikið áður. Sjáum hins vegar að mér sýnist bæði lið vera klár í næsta map sem verður það eins og ég segi Junkertown. Djáknar verða á defense til að byrja með og Mr. Academy mun byrja á að attacka. Eins og við komum inn á áðan þá sjáum við að Kusk kemur inn fyrir Slugsa en það sem er áhugavert við þetta er að Djáknar ætla víst að skipta, setja Mistake á tank og hafa Kusk á DPS. Það er mjög áhugaverð breyting hjá þeim. Ekki bara leikmenn heldur roles líka. Já, einmitt. Spurning hvort að Kusk geti einmitt komið með einmitt, nú vitum við flestir sem að spila, eða flest sem að spila þennan leik nógu mikið, að Junkertown er mikið svona DPS map og það er rosalega auðvelt að skína sem DPS spilari, sérstaklega úr að spila eins og með snipers á þessu mappi. Og að því sögðu þá er þetta nú líka þekkt sem smá svona tankmap, þar sem ef þú vinnur kannski með mjög mobile tankritjur, eins og með bolta, þá getur þetta verið rosalega sterkt fyrir liðið þitt af því að þetta er svo rosalega breitt map og rosalega opið. Að þú getur búið til svo rosalega mikið pláss án þess að taka rosalega mikið damage á þessu mappi. Og það getur reynst liðinu þínu sem er sérstaklega að taka rosalega gott að geta í raun og veru ítt payloadinu bara svona í rólegheitum á meðan að tankline-upið er bara í raun og veru að búa til allt pláss sem þú þarft í heiminum fyrir DPS-ina til þess að fá value. Hér sjáum við að Djáknar ætla að vinna með sem sagt sama komp svona nokkurn veginn. Valkyrie Setjan kemur inn á öninu frekar en á Mercy.
Kusk kemur inn á Cassidy, segi ég, og Mistake tekur Sigma, alveg svo Slugsy á raunum með. Á meðan, að nákvæmlega sem ég kom inn á fyrir þetta mapp, að Huffy komin á bolta. Það verður ákveðast að sjá hvernig Mystery Academy ætla að vinna með þetta, því nú eru þeir í raun og veru komnir á þetta klassiska Disrupt með Divu Ball, Brick, Send. Hér sjáum við að Mystery Academy ætla bara að byrja á því að íta pilotinu svona létt á meðan að Djáknar halda svona bæði á high ground og á low ground. Huffy svo með frábæra pessu þetta uppi og næri alltaf bara piki í byrjun. Þetta er nákvæmlega sem ég var að tala með plássi sem að botnum gert á þessu mappi. Hann getur engageað og disengageað að vild án þess að vera í hættu. Gungun hins vegar, frábært headshot þetta á Golden Coker. Við elskum nú að sjá Widowmaker og sjáum ofta á þessu mappi. Snella einmitt á Widowmaker líka þess að ég kannt þeirra. Snella nær líka Gungun, risastórt pick að vinna þetta Widow-duel. Smá hendi eftir Kings Row mappið. Hann fer ennþá svolítið í baklínunni af fyrra Kusk sem reynir að spenna hann nær hins vegar undir piki. Hins vegar kemur Skaufur hérna, baunin nær heyrir en Snella og Sasa ná bauna og Valkyrex hetjunni. Huffy nær Kusk og mér sýnist Mystery Academy að vera svona svolítið með yfirhöndinni hérna. Sjáum hérna að Huffy enn og aftur á boltanum. Hann er nánast óstöðvandi á þessari hetju. Mér finnst bara frábært að horfa upp á þetta. Ég kom inn á því fyrir leik, Huffy er eitt sterkasti tankplayerinn í þessari deild. Gott fólk fylgist þið vel með þessum manni. Hann gerir vist ekkert heldur en að poppa off og sýna hvaða hæfileika hann hefur inn í sér. Nú sjáum við að Mystery Academy er komið með EP og komið með Diabomb á meðan Kusk er strax komið með High Noon og Cassidy. Það er svolítið erfitt fyrir því að Djáknar núna sem að vera að spila Ræmi. Hann í sjálfu sér getur ekkert gert að móti þessu disrupt við. Nei, ég hugsaði mér það sama höfður að Ræmi er svolítið gangslis í þessu kontinentum. Spurning hvort að þau séu að byrja til össjafnir áður en hann skiptir eða eitthvað svoleiðis, ég gæti trúið því. Við sjáum bara Mystery Academy heldur bara áfram að leggja pressu á Djáknarna. Þeir virðast með nein svör við þessu. Sasa er þarna í bakgrunni að reyna að setja svona pressa á það, menn Skaufur og Huffy eru bara djúpt í öllu liðinu. Eins og ég segi enn og aftur, Huffy er bara going ham hérna. Hann gerir ekkert nema að ná pikið fyrir þá. Þetta er víst bara Skaufur og Huffy bara búa til allt í heiminum fyrir Snellu og Sasa. Huffy er bara unmatched á ball og svo ég vitni nú í einn mann og segja að hann bara er að valda allskyns usla. Já, segðu, það var nú einmitt, þó við segjum frá því og kannski segir ekki frá því sjálfur, en ég get alveg sagt það. Það voru margir sem ræddu þína ballframmistöðu á akkurat þessu mappi daginn. Mér finnst Huffy bara vera að taka svipað kemur út og innseta frá Huffa og enn og aftur hreyrir hins vegar nær bauna og sérðu ekki Unu oft ná að vinna þennan fætt á milli ræða. Kusk hins vegar nær hreyrir með því leiðilegt að hreyrir partið hérna. Hins vegar eru Mystery Academy bara með yfirhöndinni hérna. Komnir í 5,5 mínútur eftir og Djáknar virðast bara ekki vera eins og segir. Með nein svör við því sem að Mystery Academy er að gera. Og gott fólk, eru það að sjá þetta í killfeedinu? Það er bara einn maður hérna sem er að eiga all-star performance. Er vist bara að rúlla hérna vittirlega yfir allt liðið hjá Djáknar. Eins og þú sagðir, Huffy virðist bara vera óstöðandi á boltanum. Nú sjáum við að Bauni er búinn að nota þessu og ætlar samt ekki að skipta. Þeir eru víst með plönina því að Valkyrex er ennþá á mössununa og Kusk er kominn á Tracer. Hvað ætli Djáknar séu búin að plana að gera akkurat núna á meðan við það að Mystery Academy er alveg með meira en 4 mínútur á klukkunni. Þeir eru bara að fá verið frýtt og til að íta þessu piloti. Huffy þarf svolítið að disengagea fyrir helm. Sasa er orðin half en þeir eru samt að leggja mikla pressa á þá. Skaufur er kominn hérna á Unfi sem notar vatn. Snella nær bauna sem er svo Djáknarlaus á þessari ræðartilju. Huffy enn og aftur nær Valkyrex hetjunni og Skaufur nær Unfi. Huffy og Skaufur eru bara í baklínunni að leika sér aðeins hérna. Golden Coconut á senn með frábært pikk á göngun og Sasa heldur áfram að standa sig frábærlega. Mér sýnist Mystery Academy að nánast vera að ná þessu óáreitur allt mappið. Hér kemur út Roadhog frá Bauna. Nær hann að testa eitthvað lengi. Hér kemur EMP frá Sasa eftir stórt. Kemur Unfi út með gluggan. Þeir eru nær Bauna. Hér kemur út Flux frá Mistake. Huffy hins vegar enn og aftur, Snella og Sasa og Golden Coconut. Það er einhvern veginn allir hjá Mystery í killfeedinu. Skaufur með Mistake og Mystery klára fyrsta push með næstum því 4 mínútur á klukkunni. Það er á valla aukatekið orð. Já, fólki meira enn í munni. Ég verð bara að vera alveg hreinskilinn sem lýsandi þessa leiks. Ég á bara ekki til þetta aukatekið orð með frammistöðu Mystery Academy í þessari viðleik. Já, þetta er eiginlega náðu bara snjóbolta mappið bara alveg í gegn. Þeir vinna þennan fyrsta fight og svo bara náðu þeir bara að ganga það niður. Bara Já, alveg... eins og þú komst inn á áðan með Reinhardtina hjá Bauna.
eins hjálparlaus og Ræni í engage-inu í þetta disrupt comp og ekki með Lucio sem gerir þetta það þrefalt erfiðara. Að við sáum það líka í þessu snowball. Það var alltaf nánast Bauni sem var svona fyrstur tekinn út og var rosalega svona hjálparlaus þegar að Mr. Academia hentu í engage-ið sitt. Þannig að djáknar þurfi einhvern veginn að finna leið til þess að vernda liðsfélaga sína betur af því að, eins og ég segi, þeir eru rosalega hjálparlausir þegar þeir splitta upp. Þeir eru að vinna með þetta Ryan Sigma komp og þeir eru út með það. Sigma á miklu auðveldara með að spjara sig einn en Ryan þarf á liðsfélagum sínum að halda til þess að fá value sem hann þarf. Nú sjáum við hins vegar á defense að Skaufur og Haffi eru komnir á Ryan Diva, Freyrim og Golden Coconut komnir á Lucio Bap á meðan Snella og Sasa eru á Sim Mei og ætla bara að henda í gott spawn-kall hérna nánast á meðan að djáknar henda í nánast bara sama komp og þeir eru búin að vera með. Nú sjáum við Sasa er orðinn svolítið loginn á payloadinu. Þeir eru bara að taka payload-fætirinn og Mr. Academia og hér kemur út lampið frá Golden Coconut. Snella nær Bauna hins vegar en Skaufur fellur. Sjáum við þessi assist hjá djáknum. Þeir eru auðvitað að spila sem lið núna. Hins vegar kemur Sasa nær að freeze á. Nú er Sasa bara going ham. Hann er búinn að ná einum, hann er búinn að ná tveimur, Haffi búinn að ná einum, búinn að ná tveimur, búinn að ná þremur. Mér sýnist bara að Haffi vera að leika sér hérna að þeim. Þetta er svakalegt að horfa á hvað fólk. Nú þurfa djáknar svona svolítið að breyta til. Þeir komnir á föruna og komnir á Ash. Þeir þurfa meira spam og meira damage á þetta Mr. Academia. Hér nær Sasa að vola af liðið. Þeir geta ekkert gert þess að hjálpa Mr. og Bauna sem ég sýnist ekki að fatta þetta. Þess að þeir eru það lífið. Freyrim í svörfettur, þetta er gott nýtt. En Sasa og Snella halda enn og aftur áfram að rífa sig í gegnum djáknarna. Hér kemur út Silmon frá Snellu segir. Haffi með enn eitt priki. Hann er bara ódauðlegur á þessu oftan dífiðhetju. Snella enn og aftur nær Kusk. Þeir eru bara ekki með neinn svör við þessu akkurat núna. Þeir eru að reyna að breyta til og eru að reyna eftir besta. Gungun komin yfir á Junkrat, þriðja hetjan á, í þessu framtíð sem hann er að prófa því það virðist ekkert vera að virka hjá þeim. Nú er spurning hvernig þeir vilja rusha þetta. Þeir ætla að koma þetta í bakið á þeim. Mr. hins vegar með gott rotation út til koma búrtinn. Kemur út sjáttir frá Bauna, nær hins vegar engur. Þeir kemur út Diafón frá Haffa. Þetta gætur verið stórt. Nær einum. Það er Bauni sem fellur. Mr. fellur líka fyrir Sasa. Nú er þetta bara snowballing alveg til loka. Því nær hins vegar Snellu. Þetta er gott pick. Þeir gætu hins vegar verið með típu sem koma styrkt tilbaka. Kusk nær Golden Coconut. Nú þurfa Mr. að spila svolítið örum. Haffi nær Kusk en þeir eru ekki með Baptiste healing. Nú eru þeir bara með Lucio akkurat núna og fyrir að treysta á að Hreyrin fái beatið sitt fyrir næsta fight. Nú ná djáknar loksins að ýta áfram fyrstu metrunum sínum af payloadinu með 2 mínútur ennþá á klukkunni. Nú þurfa þær að nýta sér þetta þessi eru komnir á ról og svolítið reyna að keyra í gegnum það. Nú sjáum við að Kusk er ennþá á þessari fyrir og hann myndast að fá mössi með Valtteri setjum aðra í hliðina á sér og meðan að eina sem getur að testa er einu Haffi. Kemur út öðsjattir frá Skaufi, þetta er risastórt öðsjattir. Kemur þessu, eitt stærsta flögg sem ég sé frá Mr. En nær hins vegar engu byrgi að koma út lappar báðir megin. Sasa og Snella eru bara legging damage. Snella er á endalausu charging. Kusk með frábært bratseta en fellur hins vegar áður en hann nær fleirum enn Golden Coconut. Valtteri setja ressa Bauna. Gungun nær Skaufi. Nú er djáknar í góðri stöðu til að ýta þessu áfram. Hvað ná þeir að gera við þetta? Kemur Snella út með sinnveggi. Sasa kemur út með Blissa. Ná þeir einhverjum prikkum hérna? Já, þeir ná 2 prikkum og Mr. og Valtteri setjunni. Bauni hins vegar nær að taka niður Sasa. Ná þeir eitthvað að festa punkt í leiknum. Bauni enn og aftur með frábært pikk á Snellu og Bauni með þriðja pikki á Hreyri. Bauni er bara að svingja sig í gegnum allt liðið hérna. Frábærlega að spila hjá djáknum núna. Golden Coconut nær niður Kusk en Bauni enn og aftur er að drepa einhvern og hann nær örugglega fleiri í viðbót. Nær hann að taka niður Skaufi í rændúrinu. Kemur út lampið frá Golden Coconut. Hann nær nú að halda Skaufi eitthvað á lífi. Skaufi er SF svolítið einn sístliðis akkurat núna. Nær Bauni að láta hann falla. Kemur út öðsjattir. Sólasjattir er hérna ræninn í hinu liðinu. Hann nær ekki að chargera og leta út á það mæninu frá Junkrat. Kemur út Diafón. Nær tveimur. Kusk og falla niður. Haffi er nú aftur með risastórt pikk. Bauni lítur út fyrir að falla. Nei, hann nær Skaufi. Golden Coconut nær hins vegar Bauna. Snella með 3 picks. Sasa með 1 pick. Mér sýnist Mr. Academia taka þennan fight líka og bara 30 sekundur eftir á þessu. Hins vegar er djáknar með 2 að verða 3 ultimates coming right up. Mr. Academia bara að fá window. Nú þurfa þeir svolítið að sustaina í þessu fight, reyna mögulega að satna ykkur pulse bomb og ef þeir geta í beat. Ég veit ekki hvernig Jankar að það fara aðeins, þeir eru komnir á Monkeyinn hérna, hann Mistake switchar á Monkey. Kemur út Tyr frá Gungun, við sjáum hann hérna hægra megin á vatninu, hann kemur með það út, Sasa nær Gungun og Tyr er fellur fyrir
rauninum. Við elskum ekki að sjá þetta. Hér komið þeir í overtime. Kusk að leggja pressu á liðið þeirra. Hann samt að fá pressu á móti frá Haffa sem að trufla hann rosalega mikið. Sasa nær umfí, Kusk sá nær hinum. Mér sýnist Mustri Akademía að vera að vinna þetta hérna. Kusk nær enn og aftur spellu. Hann víst að gera allt þetta og þeir falla allir og Mustri Akademía klárar leikinn 3-0. Gott fólk, leikurinn búinn. Frábærlega spilaði á Mustri Akademíu. Djáknar komið með hetjulega baráttu og það Lucio Play of the Game hjá Hreiðrim. Ég verð bara að segja sem Lucio Player, ég elska að sjá þetta. Horfum á þennan mann hérna, hann spýtar í gegnum þá. Kemur út 3 picks hérna. Og 2 picks segi ég og nú hann bara að leika sér hérna. Nær hann fór byrjað á því, já! Þetta það sem við erum að tala gott fólk. Hreiðrim á Lucio svakalegur. Staðan endar 3-0, leiklokið, Mustri Akademía vinnur. Þetta var ákveðin viðureign, Birkir. Já, alveg svaka viðureign. Og ég á því hérna, ég væri til í að sjá í næstu leikjum og sjá hérna Djákna fara fyrir aðeins meira svona conventional compositions hjá sjálfu sér. Og ég held að ef þær gerir það, þá hérna, það hefði þetta verið mun meira close leikur. Já, einmitt. Hérna, ég svolítið sammálaður þar að ef þau hefðu mögulega haldið sig við traditional, sem sagt, hérna, teamkomps, þá hefði þetta mögulega gengið betur. Má ég sjá, nú spurning hverjir ætla að koma í viðtöl. Já, en eins og ég segi, sko, Djáknarnir komu með, eins og ég kom inn á hann, hetjulega baráttu í þessum leik og stóðu sig samt vel þrátt fyrir að hérna, þetta hafi endað 3-0. Þannig að það spurning, sko, þurfa þeir ekki bara að horfa aftur á þennan leik, gera sér grein fyrir því hvað þeir voru stundum hjálparlausir sem hafði svolítið mikið með teamkompleir að gera frekar en getur leikmannanna. Nú vitum við alveg að Djáknar eru frábært lið, eru mjög sterkir í þessari deild og geta komið með betri frammistöðu kannski heldur en það var í dag og höfum séð það áður hjá þeim sérstaklega í fyrstu umferð. En ég væri mest til í að sjá þá að mér taka smá svona sitt á allt saman, fara yfir þennan leik og hugsa var það ekki teamkompi sem varð okkur að falli frekar heldur en svona individual performances eða sem lið. Af því eins og ég segi, þau geta þetta alveg, eru frábært lið og komið með góða baráttu í þessari viðureign á meðan mér fannst bara Mustri Akademían að vera með teamkompi meira á hreinu og voru með meira synergy svona upp á þeim teamkompi sem það var að spila. En mér sýnist allavega liðin svona vera að gera sér klár fyrir þess að hérna fyrstu viðtöl, spurning hvort við tökum Djákna í viðtöl fyrst. Væri nú alveg til í að heyra svolítið í þeim og hérna heyra hvað þeim fannst þessa frammistöðu hjá sér í dag og hvað kannski mætti fara betur í næstu umferð. Því að eins og þú komst inn á áðan að þó að staðan hefði verið 2-0 og leikar ekki búnir, þá náttúrulega mótið engan veginn búið heldur og það ekkert gefins í þessari deild, saman hvort það opnardeild 2 eða opnardeild 1, að liðið eiga alltaf séns og þrátt fyrir að tapa leik þá getur unnið næsta. Þannig að það spurning hvort þau nái að koma tilbaka sterkari í næstu viðureignum og plana sér betur eftir þetta. Að því sögðu við þá verður maður bara að hrósa Mustri Akademíu fyrir frammistöðuna sína í dag. Birgir, við erum alveg sammála það að Mustri Akademía mættu bara 100% til leiks, koma með alvöru frammistöðu. Já, þeir voru búin að ákveða að þeir ætluðu að sigra bara áður en þeir mættu til leiks, sko. Já, það er augljóst, það er mikil æfing farið í spilið hjá þeim. Einmitt. Ég líka, mér finnst svolítið áhugavert með Mustri Akademíuna líka. Ég held að þetta sé einmitt svona lið sem að einhvern veginn með rosalega gott synergy upp á til dæmis leiðtogana í hópnum. Hreiðrim náttúrulega vel vókal í þessu samfélagi og hefur gert frábæra hluti með Mustri Akademíuna og sérstaklega í ljósi þess að nú eru þeir náttúrulega orðið akademíulið undir Mustri sem eru í efri deildinni. En eins og ég segi, það bara frábært að sjá svona lið í opnudeild 2 vera mætt svona tilbúin í leikinn og ég verð bara að segja að ég spenntur að sjá hvað við komum með í næsta leikinn. Hins vegar erum við komin með 2 einstaklinga í viðtöl frá Djáknum, þannig að það spurning hvort að við bara dembum okkur ekki í að sem sagt fá þau hér inn bara í fyrsta viðtal. Látum okkur sjá hér góða kvöldið. Kvöldið. Hvað segið þið þá? Við erum hressir þáttur allt, sko. Er það ekki? Kannski spurningum að þið kynnið ykkur inn áður en við byrjum í spurningum og svona? Ég er Umfí. Þú ert Umfí og með þér Það er Mistake. Það er Mistake.
Ég vildi allavega byrja áður en við dembum okkur í svona létta spurningar eftir þessa viðureign að tala eins við ykkur frammistöðu ykkur í þessum leik. Við Birkir vorum hérna mjög sammála um það, við komum í hetjulega baráttu þrátt fyrir niðurstöðu viðureignarinnar. Akkurat með þig Mistake, nú bað ég sérstaklega að þú myndir líka koma í viðtala því að mér langaði svolítið að minnast á hvernig þú spilaðir í þessum leik. Áttir frábæra frammistöðu þarna á tímapunkti og flöxið sem þú áttir þarna einu sinni var eitthvað það stærsta sem ég hef séð í langa tíma með eigin augum. Þannig ég vildi hrósa þér fyrir frammistöðu þína og sömuleiðis Umfí. Tókum vel eftir því hvernig þú varst að spila á Baptiste að gluggarnir voru oft bara mjög fljótir að koma og mjög stórir fyrir liðið ykkar. Gaman að sjá einmitt persónulega sem fellow supportspilara skína svona svolítið í liðinu. Takk fyrir það. En að fyrstu spurningu samt, hvernig fannst ykkur svona viðureignin fara af ykkar hálfu? Fór eitthvað úrskeiðis, var eitthvað sem þið ætluðuð að gera sem heppnaðist kannski ekki? Hvernig fóruð þið inn í þessa viðureign? Við fórum held ég aðeins og slakir þessa viðureign. Við höfum ekki haft nægilegan tíma til að æfa. Einmitt. Það kemur fyrir bestu liðin alltaf. Já, sjá eins og Musteri, þeir eru greinilega búin að æfa rosalega mikið og eru mjög heilsteypt lið og virkilega færir. Einmitt, við komum að því núna eftir leikinn að Musteri Akademían er svona svolítið þekkt fyrir að vera rosalega svona þéttur hópur af leikmönnum sem að spila mikið saman og skrimma mjög reglulega. Ég veit það bara af eigin reynslu að þetta lið skrimmar örugglega meira en flest önnur lið í allri keppninni. Þannig að það kemur ekki óvart að það skíni í leikstílinu þeirra. Hins vegar langaði mig að spyrja ykkur út í teamkompin ykkar. Við sáum ykkur vinna svolítið með svona hálfgert röst teamkomp. Voruð þið mikið að stuðla inn á kannski svona persónulega styrkleika hjá leikmönnum frekar en heilsteypt svona teamkomp? Já, ég held að flestir hafa bara reynt að spila mains. Já, það ekki? Við tókum svolítið eftir í einmitt að þið voruð að vinna stundum með Mercy frekar en Lucio í rushinu, stundum með Sigma kannski frekar en Dífu og svoleiðis með Reinhardt. Svolítið áhugavert að sjá það hjá liðum á möppum til dæmis eins og Kings Row. En vildi heyra það náttúrulega bara frá ykkur líka. Að því sögðu þá langaði mig bara að lokum að spyrja einnig svona góðri spurningu sem er nú oftast spurð í viðtölum eftir svona leiki. Ef þið þyrftu að velja einn MVP í hinu liði, hvern myndið þið velja? Vá, það er rosalega góð spurning. Ég myndi taka Sasa. Sasa, já, það er mjög gott pick. Það er mjög gott pick. Stóð sér frábærlega náttúrulega sem svona hálfgerður nýr leikmaður í Musteri Akademíu. Kemur sterkur inn þarna fyrir þá sem DPS player og við tókum alveg eftir því þessari viðureign. Hann náði að skína svolítið sem megi allavega sérstaklega í þessari viðureign. Já, líka bara sem Cassidy í fyrsta mappinu, sko. Nákvæmlega. Stórt high núna á Lijiang allavega. Við tókum eftir því gegnum TP. Það er ekki oft sem maður sér liðin á að coordinata svona með góðu synergy. Já, en það er virkilega gaman að sjá bætungun hjá Musteri frá síðasta sísoni. Eiga þetta illilega skilið sem við erum að gera núna. Nákvæmlega. Gaman að heyra það frá liðum sem að keppa á móti þeim, að geta hrósað hinu liðinu og gefa þeim svolítið kredita því að það er ekkert sjálfgefið að lið komi fersk inn og geti gagnrýnt hin liðin af jákvæðni. Þannig að mér finnst alltaf persónulega rosalega gaman að heyra það. Hins vegar áður en ég slepp ykkur, þá langaði mig bara að kíkja aðeins á hitastigið. Hvernig eru þið gíruð fyrir næstu viðureign? Er ekki hægt að treysta á að þið mætið alveg brjáluð í næsta leik? Jú, við tökum góðar æfingar núna fyrir næsta leik og sýna okkur það sem við getum, sko. Já, það ekki. Við vitum nú alveg að þið eruð ekki slakt lið. Við höfum séð það frá okkur áður að þið komið með frábæra frammistöðu í mörgum leikjum sem þið keppið í og eruð með góða leikmenn innan ykkar aða. Þannig að við allavega, ég og Birkir, erum að treysta á það að þið komið brjálaðir inn í næsta leik og sýnið hvað í ykkur býr. Já, bara eitt loss í þessu riðli, sko. Já, segðu, það kemur ekkert annað til greina, sko. Nei. Annars bara óskum við ykkur góðs gengis í næstu leikjum og takka æðislega fyrir að koma í viðtal, ég kann að meta það, og þakka ég bara kærlega fyrir okkur sem lýsendur leiksins. Já, takk bara fyrir að stríma og lýsa leiknum með þér. Já, við bara takkum til næst. Bye bye. Takk fyrir. Já, gott fólk, þetta voru Umfí og Mist8 leikmenn djáknar komið þarna inn með góð orð í garð Musteri Akademíunar. Birkir, við elskum að lið komið svona eftir tap og hvernig á ég orða þetta? Kunni að tapa. Nákvæmlega, bara gott að sjá að fólk fer ekkert endilega mjög sárt út úr leikinum og frekar horfir á það sem að megi bæta hjá sér. Einmitt. Og sé bara tilbúið í næsta slag. Einmitt, mér finnst alltaf eins og ég sé alltaf að segja þetta en mér finnst alltaf gaman að koma inn á það. Þessar keppnir eru náttúrulega í grunninn mestmegnis fyrir fólk til þess að hafa gaman.
ef þið finnst þetta ekki gaman þá nánast engin tilgangur þú sért í þessu. Þannig að strax og þetta verður leiðilegt eða lélegt eða eitthvað svoleiðis þá eru rosalega margir sem einmitt falla út og nenni sig ekki lengur. Ég elska persónulega að sjá lið eins og Djákna sem frábært lið lenda þarna í svolítið leiðilegu tapi en koma bara sterkir inn í viðtal og ákveðnir í að svara fyrir sig í næstu umferð. Annars sýnist mér við komnir með 2 einstaklinga frá Musteri Akademíunni þannig að spurning hvort við bara færum þá ekki til okkar hérna í næstu viðtöl. Látum okkur sjá hérna. Komið þið sælir og blessaðir Hreyrim og Haffi. Hvað segið þið gott? Segir allt mjög gott. Við erum dætið góðir, sko. Jú, það var mjög skemmtilega leikur. Hreyrim þetta snöggt. Hvað segið þið? Hvernig tilfinningar rússipannin eftir þennan frábæra sigur? Þetta helviti mikið adrenalin rush. Það ekki? Já, ég trúi því rosalega vel og ég held að það þekki það margir leikmenn í þessari deild þegar maður lendir í því að vinna stórt og vinna mikið það svolítið sjokk fyrir mann sjálfan líka. En áður við byrjum í spurningunni og ætla ég að gera það saman við ykkur og með Djákna. Ég vildi bara byrja því að hrósa ykkur fyrir frábæra frammistöðu í dag. Við stóðum ykkur alveg bara, við vorum algjörlega sjokkt yfir þessu, ég og Birgir hérna að lýsa þessu leik. Ég held að hafi enginn átt von á því að þið myndu spila svona vel. Það er lítið álit á okkur. Nei, ég held að verið meira spurning með það sko að maður heldur einhvern veginn að verði alltaf mjög close leikir, sama hvaða lið að spila. Það ekkert gefið í þessum leikjum og í þessari deild og þó að einhver komist 2-0 yfir, þá veit maður aldrei hvernig leikar enda. Við höfum nú séð reverse sweeps oft koma áður og eins og ég segi, það ekkert gefins. Maður getur aldrei gengið á því að eitthvað lið sé. Þetta var nú eiginlega meira þannig að manni leiðir sem að væri horfa á úrvalsdeildarleik frekar heldur en í 8. deildinni, sko. Já, ég held að þetta sé eiginlega meira spennandi þar mjög oft á köflum, allavega. En að fyrstu spurningu, og þetta eiginlega svolítið beint að Haffa. Hvað fékkstu þér í morgunmat í morgun? Ég mjög áhugasamur hvað fékkst þér að borða það því að það eins og það hefur aldrei verið jafn gíraður upp í leik og í þessum leik í dag. Þannig ég mjög áhugasamur hvað rútínan var fyrir þennan leik. Ég fekk mér bara hádegismat í dag, það var baconpasta. Já, ok, þetta víst líklegast á í baconpastanu þar sem þetta Diva Gameplay kom. En við töluðum nú það í þessari viðureik, þú áttir svaka leik á Divu. Já, það var svaka leiki, alveg frá Já, svaka leiki á öllum möppum, sko. Þetta var eiginlega bara svolítið rosalegt. Ég var alveg hissa sjálfur, sko. Þetta var alveg hreinskilin. Já, eins og ég segi, nú þekki ég svolítið til ykkar og ykkar liðs og svona. Þetta kom mér líka svolítið óvart. Ég átti ekki von á því að þú myndir spila bara eins og óráðslík leikmaður í þessu móti. Við vorum öskrandi nafnið hans allan leikinn, bara eitthvað, herður. Já, ég held að sé einmitt svolítið svipað þegar fólk að horfa á þetta stream og hlusta á mig og svona lýsa. Ég held að ég hefði sagt Haffi örugglega 500 sinnum og ég næstum búinn að missa röddina bara út frá því að öskra nafnið hans, þannig að ég held að það segir svolítið mikið líka. Það kom svolítið oft upp í samræðinu við vorum að keppa að Haffi og Skauður væri bara að smurfa. Já, einmitt. Við sáum það þarna þegar við vorum að búa til rosalegt pláss og einhvern veginn bara rúllandi í gegnum all liðið þarna eins og sérstaklega á Junkertown. Það var bara eins og þeir væru óáreittir og bara uncontested á Ball Diva. Og ég rosalega ánægður að sjá Skauf henda í Divuna líka, þekktur náttúrulega svo sem fyrir rænin sinn. Þannig að ég svo ánægður að sjá hann geti einmitt uppfyllt Divu líka nákvæmlega jafn vel. En að þér líka Hreyrim, mér langaði svolítið að koma inn að fyrst ég kom svolítið inn á Haffa sjálfan. Þú fyrst play the game. Mikið rétt. Og sem fellow support-spilari og fellow Lucio-spilari, ég táraðist næstu því þegar ég sá það. Sko, ég fekk þarna 1 environmental kill á Junkertown sem kannski ekkert alltaf auðvelt þegar það verður að halda hana kannski. Nei. En ég var að vonast til þess að það myndu koma Coast þegar við vorum að spila á Lijiang. Einmitt. Var svolítið mikið í hurðinni. Já, ég sko hugsaði líka svolítið fyrir leikinn, vitandi náttúrulega bara hversu mikið við spila Lucio og hversu vel við spila þessi hetju. Ég sá bara fyrir mér hversu mörg environmental kills koma á Lijiang frá Hreyrim. Það eiginlega eina spurningin, ekki hvort þau komi, heldur eiginlega bara hvenær koma þau. Þið skilðið ekkert Coast, þannig ég var fyrir vondur. Nei, einmitt, þannig að þetta var svolítið erfitt fyrir því þarna kannski á tímabót að reyna að ná í þessi cheeky environmental kills og svoleiðis. En annars langaði mig að spyrja ykkur að því, alveg sem ég spurði Djákna. Hvernig fannst ykkur þetta fara hjá okkur í dag?
endaði allt eins og þið ætluðu ykkur, náðu þið að fylgja planinu vel, þú veist, hvernig komuð þið inn í þessa viðleik? Mér finnst það bara að ganga betur enn í bjóst við. Ég var með þess að smá stressaði fyrir þeim, sko. Maður sá hvernig þið spiluðu móti Djöflum. Við vorum búin að skoða leikinn milli Djákna og Djöfla mjög mikið og Einmitt. við vorum búin að spá því að við myndum bara taka counter rush og þá myndum við vinna, en svo þegar þeir pikka Junkertown þá erum við náttúrulega búið með 2 mapp á móti þeim og þá svona spáum við fyrir að þeir muni ekki geta stoppað Tracer Sombruna. Einmitt. Þannig Þetta er svolítið áhugavert tekið það nefnilega, því að það var ofta köflum nefnilega sem að Djákar voru svolítið svona, hvernig ég var að þetta, skrýtnu tímkompi. Það var svo erfitt að átta sig á því hvað þeir ætluðu að gera, sem kannski vann svolítið in their favor á tímapunktum að þið voruð ekki alveg klárir á því hvernig þeir ætluðu að spila þetta. Sko. Já, en eins og ég segi, við komum inn á það við Djáknana líka. Þið eru nú eitt af þessum liðum sem er hvað mest undirbúin oftast fyrir leiki og þið æfið rosalega stíft og eru rosalega duglega að spila saman. Þetta er svona góð liðsheild sem við erum með þarna innan ykkar raða. En það er alltaf gaman að sjá svona framfarir skína í leikjum, sérstaklega bara frá síðustu tímabilum og svoleiðis, að þið eruð augljóslega bara eitt stærsti keppinautur titilinn í ár. Og eins og ég segi, það er alltaf gaman að sjá framfarirnar skína svona hjá þessum liðum sem að hafa bætt sig hvað mest. Annars, að því sögðu, þá langaði mig að spyrja ykkur einni spurningu áður en að við förum svona í að loka þessu. Ef þið þyrftuð að velja eitt svona MVP úr Djáknaliðinu, hvern mynduð þið velja? Var ekki búin að hugsa út í það. Nei, einhver svona sem stóð sér betur en aðrir í liði Djákna, einhver svona sem þið pössuðu ykkur mest á kannski, eitthvað svoleiðis. Sko, Kuskir alltaf við vorum náttúrulega búin að fara yfir leikina þeirra við Djöfla, þannig að við vorum svolítið viðbúnir Kusk, en hann náttúrulega spilaði bara síðasta mappi, þannig að við fundum kannski, við tókum kannski svolítið mikið eftir Bauna, hann tók svolítið mikinn skaða og blokkaði svolítið. Já, hann líka átti sín augnablik þarna, sérstaklega mitt á Junkertown í síðasta bardaganum. Þá var hann alveg búinn að ná, 4-5 picks, en af einhverjum ástæðum þá bara náði því að lifa af og kontesta svo svakalega lengi. Hann einhvern veginn eini að gera eitthvað, að var erfitt fyrir liðið hans að fá value úr því þegar þau voru líka svolítið að falla. En já, gott sjátt á Bauna, hann stóð sér vel og eins og nú margir í Djáknum og komum með hetjulega baráttu í þessari viðureign. Síðan bara svona aðlokum áður en ég slepp ykkur í burtu, hvernig eru þið gíraðir fyrir næsta leik og næstu viðureign? Spenntari en nokkuð tími fyrir, sko. Er það ekki? Við erum drullu spennt, sko. Við erum að spila móti Djöflum næst, þannig að við sláum svolítið 2 flugur í einu höggi með því að fara bara aftur yfir Djöfla mótið. Nákvæmlega, gott að vera með VOD sem að þið svona hafið tekið áður og eru að taka annarskiptið og kannski takið eftir hluti sem þið tókuð ekki eftir fyrst, eitthvað svoleiðis. En eins og ég segi, þið eigið Djöfla og þið eigið Fylki eftir, þannig að það er spurning svona hvernig þið ætlaði að gíra ykkur í næsta leiki. Ég er alltaf mjög spenntur að fylgjast með ykkur og býst við að fólki heima sem er að horfa á streami núna sé líka mjög spennt að sjá hvernig þið komið í næsta leik og með hvernig stóðu ykkur núna. Þetta eru 2-3-0 sigrar hjá ykkur í þessu móti. Segir það ekki svolítið sitt líka? Bara hvað þið ætlaði að gera í þessu móti? Það er bara akkurat byrjun frá því sem byrjuðum í season 2, sko. Já, er það ekki? Þannig að maður gæti alveg átt von á alvöru frammistöðu í næstu leikin líka á miðað við það að fyrstu 2 leikinir að fara sem 3-0 sigrar. Já, og svo góð heild sem við erum með, allir vinnir, allir búin að vera að spila saman, spila aðra leiki saman, bara búið að byggja mikið liðsanda. Nákvæmlega. Það er frábært að heyra þetta lið séu svona svolítið að vinna í meira en bara team comps eða hvernig þið ætla að spila. Þetta er líka bara hvernig er liðsheildin í hópnum, hvernig er svona mórallinn í liðinu og svoleiðis. Og ég veit að þið hafið lagt mikla áherslu á svona hluti sem er alltaf rosalega augljóst í leikstílnum ykkar. Hversu mikið þið treystið á hvort annað. Náttúrulega, við slepptum Orion til þess að hleypa honum upp í Exi og þá var það svolítið void þegar hann fór, en svo sækir Sasa hjá okkur og hann bara smellpassaði inn bæði inn í vinahópinn og liðið sjálft. Já, við tókum þetta eftir að Sasa átti stórleik í dag. Hann var frábær og einmitt gaman að segja fyrir því að Djáknar völdu hann sem nokkurn veginn svona MVP í liðinu. Þannig að það segir sér svolítið sjálft að svona nýr leikmaður komið inn hjá okkur og bara
er að sýna sinn besta leik. Ég held ég hafi farið með rétt málið það ekki að hann kosti í Masters daginn. Mikið rétt. Á support. Nákvæmlega, Masters samt sem áður. Já. Og alltaf gaman að sjá leikmenn í opnudeildinni komast svona hátt upp rangt lappirinn. En eins og ég segi, nú ætlum ég að hleypa ykkur burt þannig að ég geti farið svolítið yfir þetta með liðin ykkar. Annars bara vildi ég þakka ykkur frábærlega fyrir bara geggjaða frammistöðu í þessum leik. Takk aðeinslega fyrir okkur að leyfa okkur að lýsa og streyma þessum leik líka fyrir fólk heima þannig að fólk geti fylgst með ykkur. Og við bara óskum ykkur góðs gengis í framtíðar viðreiknum. Takk alveg, en áður en við förum þá ætla ég að henda shoutout á Twintail þá því að hún fékk ekki að spila neitt því miður voru engin skemmtileg farmer sim upp valin. Nei, heyrðu, gott að þú kemur inn á það. Nú skal ég sem lýsandi leiksins líka koma með smá input Arguably besti Mercy spilari opnudeildarinnar, Twintail, fekk ekki að spila í dag en ef fólk er ennþá að hlusta þá mæli ég vel með að fylgjast með þeirri leikmanni. Hún er svakalegur healer og ég held að það sé eiginlega bara mikil bæting í liðið eitthvað strax sem hún kemur inn frekar en ekki. Við erum alveg sammála um það. En eins og ég segi, takk aðeinslega fyrir að komið viðtalsstrákar. Ég var ánægður með að þið tveir komið og gott að fá að heyra þess í ykkur og heyra hvernig mórallinn er. Bara til hamingju með sigurinn og gangi ykkur vel í næstu leikjum. Takk hérlega. Bless. Verið blessaður. Já, gott fólk, þetta þá slúttast allt hjá okkur í kvöld. Frábær viðureign hjá Musteri Akademíu á móti Djáknar Hörgárdals. Staðan loka niðurstöður 3-0 fyrir Musteri Akademíu. Minni enn og aftur fólk á það að ef þið vilja eiga stórleik eins og Haffi átti á Divi í dag þá mæli ég eindregið með baconpasta í hádegismat. Það virðist vera að virka fyrir Haffa, af hverju ætti ekki að virka fyrir ykkur. Annars bara Birkir, við þökkum kærlega fyrir okkur, er það ekki? Jú, bara takk fyrir okkur. Forréttindi að fá að fylgjast með þessu og lýsa. Einmitt bara forréttindi yfir höfuð að fá að lýsa þessu leikjum og fyrir ykkur þarna úti sem eru að hlusta og horfa á þetta, ef þið eru að keppa í þessu móti og ykkur vantar lýsendur eða einhvern til að streyma leikinn ykkar, ekki hika við að senda skilaboð á mótstjórn og það ætti ekki að vera neitt mál að reyna. Svo þetta er allra best að kippa því í laginn. Annars bara takk fyrir í kvöld og vona að þetta hafi verið góð skemmtun. Takk.